Hello besties. Gleðilega miðvikudag. Happy Wednesday. Áður en lengra haldið svona, ég held að við förum strax í þetta að fá okkur happy. Við vorum náttúrulega að koma úr Pilates. Já, vorum að koma á æfingu. Og Pilates er náttúrulega í heitum sal, þannig að við verðum að fá okkur happy. Ég finn alveg, ég þarf það. Já, ég svitnaði svo mikið. Ég líka. Ég var bara, þú veist, já. Þetta hefði ekki þurft að vera svona erfitt, sko. Nei. En ég elskaði það. Elska Þetta var svona ný æfing sem ég aldrei prófað. Já, það var mjög næs, sko. I love that. En ég finn alveg bara svona á líkamannum mínum. Ég þarf þessi. Ég þarf þetta, já. I need this happy moment, sko, in my life. Það er bara engin sérsta seriðinni í mér núna eftir þetta. Að ég fór að hlaupa líka undan, sko. Alveg duglegust, sko. I need my happy. I do too. Og við erum back to pink. Jólin eru búin. Já, jólin eru búin. En ég er samt að klára byrðir, sko. Já, við erum búin að spara. Já, spara byrðir af jóla. Já. Þannig að það sem er líka okkar ára bara markmið er að samfara happy að halda áfram með jólabræði. Einmitt. We need that, sko. We do. Kannski þurfum við bara eitthvað tepósbragð. Líka það var iconic. Það var geðvikt. Eitthvað svona very pink. Very pink bragð. Oh my god, I love that. Það væri yndislegt. Skáli happy. Þetta klikkar aldrei. Þetta klikkar aldrei. Gott, holt og cute. Já, ég ætla að skála, ég ætla bara að hrista það. Ég elskar líka hvað þessi er bleikar, því hinn er náttúrulega jólega hvítur, sko. Ég veit það, þessi er bleikur á litur. Já. Skál. Love it. Ok, herðu. Eitt sopa. Já, lengra haldi. Já, let's go. Delicioso. Herðu, veistu hvað? Ég er búin að vera að sjá okkur svolítið á TikTok. Hvað ertu búin að sjá á TikTok? Ég er búin að sjá okkur. Oh my god, ertu að tala við í flugumferðarstjóra Stöðunni. Já. Þetta er staðan. Ok, fyrir ykkur sem veit ekki hvað við tala um, þá er þess að fórum við til Savia ANS daginn að pröfa okkur áfram sem flugumferðarstjórar. Jú. Það var ótrúlega skemmtilegt, þá var tekið upp vídeo og það er komið nokkur, eitt TikTok komið. Já, við vorum í svona hermum. Já. Það sem við fengum að díla við svona alvöru flugumferðarstjóra verkefni. Já. Og þetta er alvöru ábyrgðarstarf. Nei, þau sko, vá, þetta er ábyrgðarstarf og þetta samt kom mér svo ógeðslega mikið óvart, þetta er miklu skemmtilega en ég held að veri. Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Já. Þú þarfst að vera með hellað bara góða aðtekli, skilurðu. Það er svona mjög góð aðtekli og einbeitingu. Já, en líka, ef þú fílar einmitt svona power stöður, that's one. Við svona risa tölvuskjá bara. Já. Þess við vorum alltaf bara með eitthvað svona þykjustunni flugvélar, þeir eru bara að höndla alvöru flug. Þetta er rosalegt. Ég get ekki ímynda með hvað maður væri bara svona top tier, skilurðu. Já, þetta er svo mikið svona fagmennsku starf, þú er svo mikið fagmaður, þú svona, ég er í þessu. Bara ábyrgðarstaða. Já, bara helluð. Já, þú ert að stýra flugumferð og þú ert að tryggja að flugfarþegar og áhafnir komist bara öryggir á áfangastað. Og þetta er alveg svona, þú veist, það er kannski 2 flugvélar að koma inn, hvað ætlar að gera? Þú þarft að figure it out. Þú varst að sjá taxiringuna og ég var að sjá þeir sem var að koma inn í landið og lenda. Þannig að fyrir ykkur sem veit ekkert hvað, ég vissi ekki hvað taxering væri. Það er bara on the ground þegar það er að fara í loftið og þú veist. Og það passa upp á það klessi ekki á gráðara. Já, þessi að koma og þú varst með upp í loftinu. Já. Crazy. Stressandi, sko. Þetta er það alveg. En mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt og við ætlum bara að láta ykkur vita í Savia ANS er búin að opna fyrir umsóknir núna til og með til 25. janúar að skrá sig í flugumferðarstjóra námi. Einmitt. Það er rosalega, þú veist, þetta er ótrúlega spennandi og þú veist, þetta er svona öðruvísi. Einmitt. Það er svona öðruvísi og gaman og líka það sem er, þú veist, fyrir utan að okkur fannst þetta mjög skemmtilegt allavega og þetta sé ótrúlega mikið ábyrgðarstaða og svona fagmennska og góð, þú veist, aðstæða góð. Þú veist, bara mjög kósí hana. Já, í náminu þá. Í náminu, já. Hermannum sem við vorum í. En sko það sem líka var ótrúlega svona góður sölupunktur fyrir námið er að þú veist, það kostar ekki en þú fær greitt fyrir að vera þar. Já, þú fær greitt í starfsnáminu eða eitthvað þannig. Já, þetta er svo sniðugt. Já, hann að þú veist, þetta er bara svona, þetta er mjög tæknivægt umhverfi þar sem engin dagur er eins og þú veist, partur náminu er eitthvað erlendis og þetta er, ég ætla að segja þið farið. Mjög spennandi. Já, ég segi þið farið inn á ans.isavia.is og þar getið þið fundið þetta er bara mjög ofalega á síðunni að sé búið að opna fyrir umsóknir hjá flugumferðarstjóra, í flugumferðarstjóra námi segi ég, þannig að við hvetjum ykkur öll til. Allan að skoða þetta, check it out, sko. Gæti þetta verið fyrir þig? Já, þetta kom á óvart. Þú veist, nú ertu búin að heyra okkur aðeins spjalla um þetta, gæti þetta verið eitthvað? Já, þetta kom virkilega óvart og
það kostar ekkert að pröfa bara að skoða, sko. Einmitt, það getur líka bara að checka á TikTok eða Isavia, ANS og séð okkur í þessari stöðu. Já, það var gaman. Við vorum frábærar. Ja, við vorum mjög góðar, ég myndi segja það. En þetta var öðruvísi og skemmtilegt og þetta er líka bara svona aftur góð áminning hvað, þú veist, það er mikið af störfum að núti sem er svo sjúklega mikilvæg sem maður sér ekki, þú veist, hvernig einasta dag. Einmitt. En við þurfum á okkur að halda. Klálega. Annars kemst við ekki til útlanda. Já, og við þurfum að komast til New York. Já, baby. Já. We need you. Þannig að, þú veist, kíkja á þetta. Við ætlum að mælu með. Já, bara ef ég væri ekki með martiskráðu, þá væri ég að skrá mig í þetta, sko. Já, ef ég væri að leita mér svona, þú veist. Einhver nýju námi. Já, og eitthvað svona, þú veist, ef ég hef verið ákast í krossgötum, klára menntaskóla, þú veist, háskóla, bara eitthvað, skilu, og hvað á ég að gera? Já, maður langar í eitthvað ekki svona basic, skilu. Let's go. Flugumferðarstjóra. Já, það er hot. nice. Já, That's in. Já, It's so in. So hot. En þetta er bara janúar. Við erum ennþá í janúar, Dúlum. Janúar er að ganga vel. Við erum bara svona rétt svo sigljan, hann er að vera hálflaðið. Yep. Ég elska hann. Janúar er æði. Já, við erum búin að gegja það fyrstu viku. Já. Janúar fyrstu viku. Við erum búin ótrúlega duglegar. Já. Mega stolt af okkur. Ég er það líka. Bara ótrúlega stolt af okkur. Og nú styttist náttúrulega óðum í áramótin hjá kínversku stjörnumörkinu. Já, einmitt. Það er alltaf hann nálgast. Þannig að, þú veist, við erum ennþá snákandir eins og við rættum í síðasta þætti. Þannig að við ætlum að halda því áfram bara. Keep on sharing. Já, ég held það. En við ætlum aðeins að fá svona catch up. Við hefum búið að vera, þú veist, svo ógeðslega mikið jóla, við langar bara svona aðeins að catch up, bara svona hvað er búið að vera í gangi. Og ef þið eru í áskrift, þá vitið að við tókum fyrir Kardashian Christmas í áskrift þætti. Og svolítið bara ræða jólin hjá þeim, aðeins áramótin okkar, jólin okkar. Og þannig, en þetta er svona hleinmálin sem voru órætt. Það er búið að vera smá í gangi, sko. Já, en það er samt eitt sem við rættum í áskriftþættinum sem við þurfum kannski svona aðeins að útskýra betur. Já, við vorum að tala Critics Awards þar. Já. Og sástu myndbandið þar sem einhver er að taka upp svona pofið aftan á þegar Timothy vinnur. Ok, ég sá það ekki. Sástu það ekki? Nei. Oh my god, og það var einhvers bara svona á öðru borði, skiluru, og það er bara verið að taka það upp og þú veist, þar sést Kylie að aftan, mjög flott kona náttúrulega, og hann eitthvað grípur í hana, þú veist, eitthvað knúsar hana, kissar hana. Já, og þess að þau setja bara á borðinu, ekki þegar hann er upp á sviði. Nei, þau standa, hann er á leiðinu upp á borð, nei, upp á sviði, skiluru. Ok, nei, ég sá þau bara hann að setja og hann er svona að klappa það rassin. Já, ég er að tala og það er bara allir að klappa og hann er á leiðinu upp og hann er búin að, þú veist, knúsa hana og eitthvað þannig. Og svo er myndaðalinn fyrir svona á gæjan, þú veist, er bara fylgjanum á sviði og það er svona eldri maður, bara mjög fullorðinn maður, sem er að horfa svona á, þú veist, Kylie og snýr sig við og segir That's not real. Já. Hann tala rassin á henni. Hvað þegar þú sjá það? Nei. Ég var eiginlega fucking fyndið þetta verið, sko, því að Timothy er búin að, call him out, sko. Er þetta eitthvað frægur maður? Þetta er örugglega einhver director eða eitthvað, ég veit það ekki, sko. Oi, fuck you. Já. What the hell? Hann sagði Líka, akkur er making that moment fucking rassin á henni. Já, akkur er fucking horfa. What the hell? Hagaði þér. Það er eitthvað allir, já, this guy talking about Kylie, caught in 4K. Já, talking about Kylie's BBL. What the hell? Við viljum að sína þetta, Þetta er alveg... Það var ógæslega sætt, hann svona í fyrsta skipti acknowledgeaði Kylie á þessum verðlaunum og í svona ræðu, skilur, það var cute. Þetta sýnar þetta. Ok, við sem að setja í story. En það er hann að standa upp. Já. Við setjum þetta í story. Hann er að knúsa alla og eitthvað. Ég tók ekki eftir þessu fyrst, sko. Ok, veitu, hann er lappa bara svið. Ég var bara að vera, já. Kylie er looking snatched, hérna. As always. Eitthvað sem knúsar hana. Og svo fer myndaðalinn á þennan gæja hérna. Múndi heyri þetta. Hann er bara að stara á hana. Hvað er hver? Þessi? That's not natural, já. That's not natural. Hann er bara að horfa endalaust á rassinu á henni. Úi. Pældi í þessu? What the hell? Þú veist, þetta ætla hann ekki að vera, enginn átt að heyra þetta. En af hverju ertu, keep this thought to yourself. Já, please. Það er svo arstalegt. Já, please. Það er ekki gott á hann mann. Já, ángríns. En það er svo gott að vera caught in 4K. Já, og þetta var sko postað eitthvað. Og Timothy kommentaði á það. Ég veit ekki hvar það var, en ég sá eitthvað TikTok það. Það var svona hans Instagram-account. Og hvað kommentaði hann? Loser energy. Ángríns er loser energy. Fucking elska það, sko. Já. En já, þarna vann Timothy
hvað var það? Best Actor? Já, það var eitthvað svo list. Fyrir Marty Supreme? Það? Ég veit ekki, Nei. það var alltaf mjög mikið að tala um það. Já. Já, ég googlaði kannski, Já. svo við höfum bara rétt. Ég man ekki, þú veist, að Marty Supreme er svo nýkomin út, Já. ég var að hugsa hvort það væri Það meikar í strax sens, sko. byrjað, nei, myndi finnst það ótrúlegt, sko. En hérna, Hefur ekkert mann heyrt um þessi Critics Awards? já, ég hef alveg séð þetta áður. Þú veist, hvað er þetta? Critics' Choice Awards, þetta er, þú veist, hérna, þetta er haldið bara by the American Critics' Choice Association. Þetta er bara svona, Er það svona, þú veist, þetta er mjög fínt, sko. Þetta Já. er mjög fín verðlaun, skilur. Mjög svona fancy. Þú veist, jú, það var, fyrir Marty. já, Já, það er rétt. já, Best actor, já. Einmitt. Einmitt. En hérna, en ég veit ekki alveg, þú veist, þetta er eitthvað þú veist, þetta er eitthvað svona, hvað segir maður í íslensku? Bara svona, tilnefningar. nei, þetta er, þú veist, eitthvað nefnd, critics nefnd sem að, þú veist, vill verðlauna bara, og þú veist, Held ég við getum bara búið til nefnd og búið bara til eitthvað svona awards. við þurfum að gera það er alltaf bara í bíker, sko. Já, Alveg þurfum að gera það. og bara við fyrir að dæma allar svona spólur og eitthvað. Já, nú fyrir við bara setjast niður með Bara kaffibót. tebos með Já. tebos awards. Nú setjast við bara bráðum niður með tebólla og ballerína on the side, ræða málin og búum til eitthvað svona nefnd þar sem við gefum verðlaun fyrir bara svona besta bleika herferðin, besta bleika markasetningin, besta eitthvað svona. Einmitt. Og við svona eignum okkur bara allt sem er bleikt og svo besta podcasti. Já, Og þá er ekki hægt að rigga það öll árum vinnu við. já, þú veist, auðvitað vinnum við, hvað meinarðu? Hver annar er þetta að vinna? Nei, ég sé það. Þannig að þú sést ekki til í að taka fundbróðum. Tebólli, ballerína on the side. Það verður að vera ballerína. Já, ræða málin. Já. Já, eitthvað svo sætt með, sko. Það verður alltaf að vera gott sætt með, sko. Ég veit að Ballerína það er alveg alltaf best í það. En já, það var svo krútlegt, Timothy var bara hérna eitthvað bara my partner of 3 years for the foundation we've built. Við varum bara svona, wow. Hann nefnir hana í þakkaraðinu sinni upp á sviði. Þetta er fyrst skýrt sem hann nefnir hana. Já, þetta er það. Bara, já, thank you to my partner of 3 years. Og hann segir líka love you. Er það ekki? Thank you for our foundation, I love you. Segir hann I love you? Já, það ekki. Við minnið það, byrju. Vá, hvernig er þetta dott úr mig? Ég er búin að horfa á þetta svo Ég oft, sverða því að hún máþar tilbaka I love you. Já. Oh my god. Við þurfum að finna þetta. Þetta verður að vera rétt, sko. And lastly, I would like to remember about 3 years. Thank you for I love you. I love you. I couldn't do this without you. Svo sætt, baby. Ég var svo ánægð að sjá hann gera þetta út af því að ég var alveg búin að heyra svona, þú veist, critics verið að segja bara svona að þau haldi að hann sé ekki nógu næs við hana. Ha? Já, ég hef heyrt að fólk svona þá er það væpa á honum. Ok. Kannski bara því að einmitt, hann er ekkert að hleypa henni mikið, þú veist, hann er ekkert að sína mikið frá henni, að hún kemur ekki allar viðburði, þú veist. Þannig að, Hún er alltaf líka bara með busy life, sko. Jú, 100%, en ég er bara ánægð að hann hafi gefið henni smá svona sjátt. Líka það voru ykkur rumors fyrir nokkrum mánuðum að vera hætt saman. Já. Þetta er alveg smá statement. Já. Þó að það er alveg svona 4 mánuðir eða eitthvað síðan. Já, alveg smá tími síðan, já. Svo þegar við sáum því á Marty Supreme hérna í appelsínugul átfitónum þá var maður bara, ok, they're back, they're so back. Já, 100%. Svona, já, þetta var mjög cute og þetta var svona umberðt. En þarna er allir bara eitthvað, að tjekka á Club Chalamet. Það er það sem við erum búin að fara yfir. Já. Við ræddum þetta þessi áskriftinu og einmitt, ég var að segja þá, ég hef heyrt og séð fössið yfir þessu Club Chalamet og bara fössið yfir að fólki sé að kommenta bara, is Club Chalamet ok? Og það fæði bara 1000 læka. Já. En ég hef aldrei fattað hvað það er í raun og veru og ég hef alltaf haldið þetta væri bara svona fanclub. Já, þetta væri bara svona, þú veist, eins og Beliebers, þetta er bara Club Chalamet. Einmitt. Það sé bara hans aðdáður. Nei, Club Chalamet er sem sagt bara a fan club sem er bara ein kona sem heitir Simone Cromer. Hún er fædd 1966 sem gerir hana 59 ára árinu. Okay. Hún er bara harðfullorðin kona og hún er superfan. Hún er sem sagt búin að vera bara að stólka hann basically, skiluru, bara heilengi. Hún var á þessum Critics Awards. Svo er það magna. Sem, já, bara svona hvernig í fokkarum kemst hún að, skiluru. Já, hvernig kemst þið, já. Og þú veist, maður var að pæla eitthvað okkur það var security á staðnum og eitthvað þannig en það er greinilega bara því að það er bara almenningur sem getur keypt sér miða eitthvað á þetta, hvernig þessum það er. En sem sagt, hún kemur upp að Timothy og knúsar hann
og Kylie bara hella óþægileg Já. og það allir bara eitthvað get her a restraining order right now bara, þú veist, is Kylie okay bara, af því að hún búin að vera síðan og Timothy og Kylie voru ofnbarlega saman hún búin að vera að hrauna yfir Kylie Þú getur ekki verið his superfan, þú þarft bara, þú veist, þetta bara sorry, þetta bara, við erum bara Harry Styles superfan, við þurfum bara að sætta okkur við Zoe Kravitz, þú þarft bara að sætta þig við Kylie is his woman now, það bara partur að vera superfan, sorry. hún bara búin að segja ótrúlega ljóta hluti Kylie og bara, þú veist, já, búin að tala, þess vegna fólk bara svona áhyggjur að hún væri þarna í kringum Kylie, en hún líka alltaf að bera hana saman með fyrirrandi Lily Rose Depp segir að hún sé champagne bara meðan Kylie bara eitthvað drasl ræðilegt hún alltaf að peppa grannlega það samband en hún vil meina bara að Kylie sé notan og eitthvað bla 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 skilur það alltaf bara, þetta bara people love to hate the Kardashians, þetta bara svona þetta bara það já. þetta bara þeir eru, þú veist hún elskar örugglega Lily Rose Depp því hún leikona þú veist, en þú ertu samt alveg með, þú veist, a billionaire shut the fuck up við ætlum að tala líka að lægja hans, sko rapplægja hans já, með Estikid shit en já, þetta þess að bara, já, gæla sem bara super fan og hérna búin að reka hann á klúbb heilengi og bara brjálu yfir þessu sambandi bara ótrúlega spes, en hún var svo að sko áður en hún byrjaði með Timothy Chalamet sem náttúrulega bara, hvað, 30 ára, 31 ára þessu árið eða eitthvað. Áður en Kylie byrjaði með? Nei, áður þessi, Simone byrjaði að vera með þennan fanclub, skilur. Fyrir Timothy, já, ok. Þá var hún með fanclub yfir Michael Fassbender. Sem hann mjög stór í X-Men til dæmis. Ok. Þetta bara mjög frægur leikari hann, þú veist, hann mun eldri en Timothy, þú veist alveg hverju þetta Ég er ekki bara svona að tengja myndvinna. Michael Fassbender. Michael Fassbender. Veit ég hvort ég veit bara hverju hann út á X-Men. Já, ég sé hann mann. Já. Hann en hún hætti og bjóð til Club Chalamet út af hann gifti sig. Vá. Þannig að hún verður að fara að hætta ef þau trúlofast, sko. Það sko allir að spá því að þau trúlofast 2026. En myndi þú núna, þú veist, ok, það fólk að spá því. Eru þið að fara að gera það þegar þetta svona umræðan? Þú veist, það skiptir svo sem enga máli. Fólk mun spá því líka 2027 rönda saman og 2028 og 2029. Eins og þegar við byrjuðum podcastið var alltaf allir að spá ólítinu minni ár eftir ár, já, skilur, svo hætti fólk bara að nenna að spá því. Já, þú veist, þau kannski geta beðið eftir því. En þú veist, við höfum, skilur, þú veist, frá því við líka byrjuðum þetta podcast var alltaf bara, já, ok, Hailey og Bieber þau eignast barn á næstari. Það var alltaf, skilur, þú veist, þetta bara alltaf. Mér finnst þetta einhvern veginn ekki oft sem að maður sér eitthvað sem trúlóðanir. Nei, þú veist, því núna þau komin, þau eru svona svo extremely private, sko. Já. Þú veist, ég veit að Timothy og Kylie eru búin að vera mjög private og þetta svona, með stjörnunar í Hollywood, ef við erum ekki að sjá mikið af þeim, it's by choice, skilur, þau geta alveg valið sér að vera meira private. Kylie náttúrulega faldi fyrst ólítunum fyrir okkur, sko. Nákvæmlega. Bara heilt ár. Þannig að það allt hægt. Þannig að þegar við erum að sjá mikið af pari, þú veist, mikið af parinu saman, það það því þau vilja það. Þannig að þú veist, en þannig að ég meina, fólk held að þetta væri PR til að byrja með, sko. Einmitt, en núna, þú veist, svo eru þau búin að vera get silent, svo eru komin aftur og núna, þú veist, við núna bara sjá þau saman þegar þau eru svona styðja hvort annað, eða aðalega hún, hann, en þú veist. Já, þú voru alltaf svona leikjum saman, gera svona eitthvað social. Einmitt. Búið að brjálega að gera og hún er alltaf að tvekja bara móðir og já. En hann var á Pipukukúsunum jólins og Redni Áskrisni. Já, hann var alveg in the family, sko. Hann in the family, já. Og líka bara, mér finnst gaman, þú veist, mér finnst gaman hvað að sjá meira af Timothy sjálfum. Þú veist, hann að posta meiri dumps og hann svona, ég alltaf að sjá bara svona, oh my god, hann ekki að fyndin og skemmtilegur. Ég held að hann sé finnast í heimi, sko. Ég held að hann sé mjög skemmtilegur. Þú veist, ég var að sjá hvað svona djammyndbönd. Hann það, 100%. Já, en hann ekki búin að gefa okkur það. Jú, maður sér það ótrúlega vel í SNL og eitthvað. Já, en maður að fylgjast mikið með því. Og hann með ekkert eðlilega langt svona digital footprint af bara einhverjum svona vídeóum að sér síðan hann var yngri bara. Já. Hann eiginlega basically, hann og Kylie eiginlega bara eins. Þau eru bara með hellaðan húmor, bæði svona, hann svona theater kid, menn hún alltaf með svona YouTube vlogs og eitthvað svona sína persónuleikan. Ég held í alveg að þetta eiginlega eitt skemmtilega samband ever, ég held að þau bara alltaf hlæjandi.
Ég vona það. Ég held það. Ég vona það. Þau eru bæði nefnilega fucking hilarious. Já, þú veist, Kylie er náttúrulega mjög fyndin, sko. Já. En hann er að gefa okkur meira svona að sína vídeo þegar hann er með vinum sínum að drekka og þú veist. Ég veit ekki, mér finnst það bara upp á síðkasti búin að vera að gefa okkur aðeins meiri karakter sem ég fíla. Já. Ég hef alltaf verið big fan, sko, af karakterum eftir ég sá hann í SNL. Að því mér finnst hann fucking fyndin, sko. En það var náttúrulega leika, skilur. Já, en samt, það er þú sérð alveg leikara í SNL sem er ekki delivering, skilur 100%, en þú veist, ég er að sjá svona hans eigins persónuleika, auðvitað hann geði fyndin að leika rapparann og þú veist og allt það, skilur. Já, mikið, samt, en mikið allt annað líka, en þú veist, bara þau þurfa að samþykja þessa sketsa sem er að gera, sko. Þú þarft að vera ákveðið fyndin til að þessi sketsi búin til fyrir þig, ég er ekki að tala um rappara. Ég er ekki að tala um rappara dótið, skilur, það er mikið annað. En í kringum þessu Martin Supreme-mynd finnst mér hann búin að breytast í eitthvað svona fuckboy bretagæjar, skilur við? Já, eitthvað svona get nettur. Já, gaf út þetta rapplag með þessum gæja. En alltaf héldu allir að Timothy væri estikett. Já. Þannig að þú veist, basically putting it to rest, the rumors. Jöps. Það finnir bara svona, við maður aldrei séð þau í sama herbyggi, þau aldrei séð mig og Kylie í sama herbyggi. En þú getur hún. Já, first I'm saying. Það sem verið svo mikið rít sem var svona, já. En þetta var samt alveg, ég skildi alveg þetta, sko. Já, líka því að Timmy er alltaf að rappa, skilur. Hann er alveg þekktur fyrir svona Little Timmy. Já, og svo líka svo að því að hann var líka bara, þegar hann var spurður, þú veist, að því að neita þessu ekki, það var líka það, bara to be, eitthvað, hvað sagði hann alltaf, eitthvað, all will be revealed, það sagði það alltaf. Þannig að þetta er svona, Ég elska að þeir hoppiðu bara á þetta, skilur við. Já, þetta var skemmtilegt, sko, það er fyrir ykkur sem að, ég veit ekkert hvað það þá er þess að rappari sem heitir Estikett, sem að fólk var að ásaka að væri bara, hann sýnir ekki, þú veist hver hann er. Og svona samsæra mér að ásaka. Já, ásaka. Þú ert Timothy. En fólk var sérst að halda því fram að Estikett væri hennar Timothy bara í dölugerfi. Já, því maður sá aldrei nema augun á honum. Alltaf bara með svona grímu og dyru og eitthvað. Svona Hugo dæmi. Já, einmitt, svo ekki samt, bara meira buff. Já, bara buff, já, maður sá augun. Ekki alveg grínu með Hugo. En, já, augun voru mjög svipuð. Já, voru það. En þú veist, hann alltaf með svona hella London-reim, sko. Já, það var svona einu, en fólk verður bara, Timothy leikari, já, hann getur þetta. Já, það var ógeðslega fyndið. Gæinn hefur bara allan tíma í heiminum að leika í öllum spólunum og vera rappari í London. Með bara side career. Já. Það er mjög gott, sko. En hann tekur hann líka versið þar Kylie. Já, einmitt. Girls a Billionaire. Já. Hann er alveg dúllur og heldur að það er skott sér að hugsa. Hann gríns. Hann bara, þú veist, að því að Kylie er alltaf með rappurum. Hann bara, I can do it, skilur. I can do everything. I can be one. Já. Hann gríns. Já, þú veist, en einmitt, hún er ekkert búin að vera í körfuboltamönnunum, sko, þannig að hún er alveg rapper, sko. Hún er rapper. Timothy var alveg smá svona random. Já, hann var svona Pete Davidsonin, skilur hún, what? Já. En skemmtilegt, allt skemmtilegt, en já, ég veit ekki, þú veist, það er svo lítið að frétta einhvern veginn af honum. Einmitt. En maður veit ekki neitt, en þú veist, svo to be fair, þó var ég hvað sem er aldrei að fylgjast eitthvað þannig með Travis Scott, það var bara svona maður sá hann óvart í gegnum Kylie. Já, svo náttúrulega var allt þetta með Astroworld og þannig ég held að það sé búin að leiða lóð. Hann er alltaf búin að vera tónleika. Hann er bara tónleika, sko, með Sissa og já, einmitt, og með Kanye daginn sem er alveg hjút skref. Þannig að þetta er alveg stórt, sko. Svona the outcasts of the Kardashians, já, en þeir eru svona alltaf í fjölskyldunni. Já. Hún Kris, hún gera það vel, sko, hún óskar þeim alltaf öllum til hamingju. Já, með feðradaginn og já, einmitt, já, náttúrulega ömmubörnin hennar. Já, það er svo eina stóra myndu getur margt. Já, ekki að baby daddy. Og svo situr þetta saman. En mér finnst það krútt, þetta er bara I aspire to be og hún er bara, ef þú komst einu sinni inn í fjölskyldunum mína, þá bara I still love you, þú veist, hún elskar hann þá bara, þú veist, kannski ekki Chris Humphries, hún elskar hann er náttúrulega ekki með barn. Nei, en hún elskar Lamar, sko. Já, hann var miklu meir inn í fjölskyldunni. Já. Heldur en nokkuð tímann Humphries. Já. 72 dagar. Já. Nei, ég veit, já. Þetta er crazy. En bara, ég er núna bara hugsað bara upp á þetta bara, þú veist, pældi ég að þau myndu eignast barn saman. Timothy og Kylie? Já. Þú sem myndi örugglega gera, skilur við? Já. Það er líka að vera krútlegt eitthvað. Já. Það verður örugglega bara alveg eins og þau. Af því þau eru alveg smá líka með pælið því. Þau eru bæði með alveg svona svart, svona smá wavy hár. Þau eru alveg smá svona lík. Já, vá að vera. Útliti. Já. Það er gaman að sjá. Já, að þau eru stormir alveg svona smá lík, sko. Já. Þú veist, þau eru alveg með svona systkina svip. Já, hvað kemur það bara að glæni í blanda. Einmitt, bara 100%. Bara annar pabbi. Já. Ógeðslega fyndið að pæli því. En
ertu búin að sjá að allir eru að gruna að Zendaya sé ólétt? Nei, Okay, þau eru alltaf super private, sko. Já, en hún er búin að vera á öllum nýjustu myndir sem er búin að koma að henni alltaf að covera magan. Alltaf í ykkur stóru og baggy og Hún alltaf er að fara núna bara í risa PR. Fyrir hvað? Er ekki Spider-Man nýja myndin að koma? Jú, er það ekki? Jú, og... Er jú, hún í henni, eða? Já, hún er í henni. Og er ekki Euphoria líka ný sería að koma? Jú. Hún er bara að fara núna að vera svo ógeðslega mikið. Ég sá bara eitthvað svona... Já, þá munur örugglega revealast. Já, if it's true, já. Þannig að það er ekki þetta að halda því lindu mikið lengur ef að það er satt, sko. Nema hún sé bara búin að þessu, skilur. Já, true. Það er líka þarna Sadie sem er leikur í Stranger Things, hún er líka í Spider-Man myndinni, nýju. Já. Þarna... En er ekki Zendaya í Spider-Man? Jú. Þú veist, hún er aðalgellan, sko, ég var svo spá í... Einmitt. Ég vissi að það er bara svo gaman, við fáum svo ótrúlega sjaldan að sjá hana og Tom Holland saman. Það er svo gaman núna þú veist, að fara að koma svona PR með þeim saman. Það er alltaf bara í kringu Spider-Man. Já, það er skemmtilegt. Já, Sadie Sink, þessi skvísa. Já. Heldur hún sé að leika, við ekki að sé að fara með randmál, hvort þú sé að leika Spider-Girl. Ok. I don't know, kemur alltaf ekki hvað hún að leika hérna. En Zendaya er bara að leika kærstuna, það ekki? Jú, MJ. Já. Herru, veistu hvað? Ég er ekki búin að hætta að hugsa Wagyu-burgerinn. Oh my god, og tapasbarnum. Já. Help. Hann var svo góður, sko. Nei, hann var svo góður. Rauðlauk, sultan, brjók í brauð. Nammi. Nei, bara að við höfum aldrei pantað þetta áður, var alveg crazy. Ég er smá sjokki, ég er ennþá að jafna mig. Líka, því að ég elska að fá svona mini-borgara. Þú veist, tókum við fram að þetta eru mini-borgarar. Nei, við tókum það ekki nóg fram. Nei, þetta er bara svona mini. 2 litlir sem koma saman. Já, maður getur keypt einn líka. Getur maður keypt einn? Já. Ok. Þegar ég man þegar við fengum okkur þetta á tapas og Aron vildi deila með Birgit og hún bara, Nei. I ain't sure. I need mine. Já, I get that. En þeir eru sturlaðir. Ótrúlega góðir, hann er bara, þú veist, að tapas bara, við erum með rétt sem við vorum ekki bara að smakka, blows my mind. Já, og patatas bravas með. Já, og þannig að ef þið eigið ykkur leið, eða gerið ykkur leið á tapasbarinn og smakkið þetta. Let's go. Það er alveg. Við þurfum alveg að fara bara aftur, sko. Herðu, Alex Earl, hún var bara the talk of the fucking town á Gamlás. Einmitt. Hún alltaf var þetta í St. Bart's í ykkur Gamláspartíi og það alltaf náðust bara svona 500 vídeó, alltaf bara sama mómentinu. Nei, líka eitthvað annað moment. Já, þegar þau sátu niður, já. Þú veist, það bara allan að náðu svona eitthvað 5.000 vídeó af henni verið að tala við Tom Brady. The GOAT of NFL. Já, og þetta er svona, þú veist, þegar þú hættir með, náttúrulega hún og Braxton nýlega hætt saman, ok, og hann er NFL spilari, eins og hún kallaði hann bara NFL-menn, bara öll þessi ár. Og hann er benchman líka, sko. Er hann á bekknum? Þú veist, hann er yfirleitt á bekknum, sko. Þú veist, hann er ekkert eitthvað svona aðal. Nei, hann er að spila fyrir Houston núna, held ég. Ekki aðal, ok, leiðilegt. Og þetta er svona, þegar þú ekki það að sé eitthvað á því að vera benchman, sko. Jú, það er alltaf því. Þú veist, bara... En þú veist, þegar þú tala við the GOAT of the sport, nei, sko, málið er bara, ok, the revenge, bara þau eru hætt saman, þegar núna við förum yfir að smá, þegar komum smá svona sögursagnar, hann hafi ekki verið allir sem sýnist og það kannski verið smá leiðilegu við hana, eða gert eitthvað í hennar garð, hann Braxton. Já. Ok, þegar þú hættir með einhverjum og þú er bara, ok, I need revenge. Hvort ferðu til their enemy or their hero? Eins og Sabrina segir. Já. Break my heart and I'm moving on with your favorite athlete. Hún ætti svo mikið að gera TikTok með þessu Sandi. Vá, she's snoozing on that. Já, það er bara, wow. Please, þennan að koma. Já, það er mjög, mjög gott. En þú veist, þetta er alveg klárlega his hero. Þú veist, þetta er ekki his enemy. Hann er alltaf að læka alla myndirnar hjá honum og er að followa hann. Ef þú ert í NFL, þá er Tom Brady your hero. Þú veist, Tom Brady er manneska sem ég er búin að vita hver er síðan ég var lítil for some fucking reason. Það er bara því hann er bestur en þetta er líka sama, við vitum Tiger Woods í golfi við höfum ekki golf, við vitum hver er bestur bara eiginlega út af skandalum hans. Já, reyndar mann bara til framhjáldur og þú veist, Tiger Woods er ekki erfitt nafn til að muna. Nei, það er mjög sérstaklega nafn. Já. En ég tala maður veit yfirleitt svona hver er bestur í sportum. Eins og fótboltaspil Messi eða eitthvað. Ronaldo, já, Messi. Þú veist, Messi, Ronaldo, þeir eru svona fótboltaspilið, körfubolti, þá maður svona LeBron. Já, þú veist, maður veit, þótt við sem ekki að fylgjast með þessu. Þú er góður í þessu. Já, ángriðis. Marty Supreme í ping-pong. Í ping-pong, já. Þú veist, Serena Williams, tennis.
maður þekkir alveg. Það er ekki með einhverju sundi eða? Jú, byrju, Michael Phelps. Já, einmitt, og aldrei hort á sund, þannig veit maður svona, byrju, Vá. hvað, og nú, ég er dottin inn í það, hvað Já, er meira? hvað er meira? sport meira til? Við búum með tennis, ping-pong. Hvað? Skák? Já, ég veit ekki, Nei. ég man ekki. Handbolti? Það er ekki svo, það er svo íslenskt. Aron Pálma eða eitthvað. Já, Það er ekki örugglega. eitthvað handboltma. Jú, Aron Pálma, jú, já, já. segjum hann. Já, Hann er bestu bara í heiminum. Eða? Nei, við segjum það Já, bara. já, ok. Go ahead, king. Þú veist, ég veit ekki það. Nei. Vá, handbolti er samt eina sem ég veit ekki. Það er svo skandinavist. Það er svo Það er ekki evrópskt. Hollywood. Nei, já, nei, það er svo einmitt, já, evrópskt, sko. meina ég, ekki Já. skandi. Það er rosa evróst, sko. Ég veit ekki hvort Evrópskt. það sé til bandarist lið. Örugglega I don't know. ekki. Nei, en hérna... Það er svona NFL er þeirra handbolti Já. fyrir Evrópu og Já. Bandaríkjunum. Svo reyndar hérna baseball, eða þú veist, nei, hérna Já. hafnabolti. Já, einmitt. Þekki það ekki. Ég hef líður alveg Já. bara þessi Sex and the City Ég hef alveg heyrt eitthvað nafn, en ég er búin að gleyma því. Ég verði alveg að googla það því við veitum pottet hver það er, sko. The goat of baseball. Kallast það baseball, já, það ekki? Já. Jú. Babe Ruth. Ég hef heyrt Babe Ruth, já. Alltaf teginnar eru með Babe Ruth, já. Það er ekki eðla cute. Já. Babe Ruth. Þetta er svona, ég held að það veri svín. En Nei, þetta er bara ég veit að þetta var leikmaður, já. Einhver vel gamall. En ég held alltaf að það var til þessu svín sem heit Babe. Eitthvað bíómynd, ég held alltaf að þetta væri bara svona þannig treyjur. Nei, ok, ég þekki ekki eitthvað. Ég hef alveg Ég hef heyrt Babe Ruth, já. En ég hef aldrei giskað. En já, En já, ég er bara að segja, þú veist, ok, Formúla. Já, formúla, Lewis Hamilton, Já. til dæmis, skilur. Þú veist, maður veit þetta. Já. Vitið þið þetta alltaf? Voru þið búin að giska allt rétt? Já. Vissu þið Babe Ruth? Kannski. Ég held að flesti séu svona sem við bara, já, ég hef heyrt þetta með Babe Pottet, Ruth, já. Þannig að ég segja, þú veist, þetta er bara, ok, hún er bara núna getting her revenge back og bara enemy or hero. Þetta er gett. Það er vond. Ég held að sé miklu Herðu, hann er búin að verra. unfollowa hana á TikTok. Braxton. Já. Hann var alltaf bara að follow 1 og það var hún. Nú er hann að followa 0. Já. En hann er ennþá að follow, þeir eru ennþá að follow hvort hann á Instagram þegar þessir þáttur er tekin upp sem við erum að taka upp. Einmitt, svo er það. Svo er það. Getur allt breyst, þetta tekur bara 1 mínútu að breytast, skilur. Ángríns. Já, en allavega, hún var hann í St. Bars í Gamla Gamlós. Í Gamlós partí, ég var að reyna að segja, og var þarna svona að strjúka honum baki. Við sáum ekkert kriminal, sko. Nei. Hún kyssti hann ekkert. Nei, eða í low-key í einu vídeoinu. Það var eins og hún kyssti hann smá, skilur við. Já, kannski eitthvað svona. Og það var allir líka að kommenta, þetta er ekki hún var með krullur, þetta var nákvæmlega sami kjóll, skilur við, nákvæmlega sami. Þetta var hún, já. já. Þess krullurna leka þegar það var konið kannski 6 tímar inn í kvöldið. Já. 90 Og raki og- já, já, einmitt já. sem Barbados, nei, St. Barts, meni. Já. Hvar er St. Barts? St. Bars. Er það bara Suður-Ameríku eða eitthvað? Ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað svona St. Bars. Er það í Karabiska? Það er bara þetta er Caribbean Island. Já, Já, Karabiska. já, Mér langar rosalega mikið að prófa að fara á hanga. já, mér líka. Kannski við færtu samanlega okkar. Kannski eitthvað tímann á Gamlós. Já, alla stjórnir er hana. Getur En verið. hún var eitthvað að fara með eitthvað random gellu. Já, Hún var eitthvað rúmmeita með eitthvað random gellu. Ég var eitthvað að horfa á vlogginn hennar þegar hún var hana. Mér varst mjög gaman að fylgjast með henni þegar hún var hana. Hún er nefnilega svo gaman við Alex Earl og með aðra stjörnur. Hún er alltaf að byrja sem áhrifaldir. Hún postar alltaf en real time. já, það er mjög skemmtilegt. Já, Einu mannski sem gerir þetta kannski er Chloe, skilur á Snap. já, ég þarf elskar eiginlega- Chloe á Snap. Maður á ekki að snúsa á það, sko. Nei, það þarf alveg að fylgjast með snappinu, sko. Já, hún gríns. En já, En já, hún var þannig svo sá maður voða lítið af þessu stelpu sem hún var roommate með. Maður sá eiginlega bara mest Nina Dobrev já, og konunars Miles Teller, hvað heitir hún? Lee Teller. Hún á að vera eitthvað icon. ok. Leah Teller. Veistu hvað Miles Teller er? Jú, ég veit það, en ég Já. sem að gleyma því. Hvað heitir hún? Sorry, já, ég veit bara hver hann er. Leah Teller. Hún var alltaf með þeim, Nina og þeim, hérna, já, Kylie Teller, afsaki. Já, Hún var bara með þeim. Það er alveg iconic. já, hún er alltaf bara einmitt. Þú veist að vera bara með Nina Dobrev. Já, Og já, þetta er þessi Kylie Teller. Ok, sæta mín, Vá. sko. Og Miles Teller með henni. Já, Veistu já, hvað hann er? já. Já, hann er mjög frægur leikari. Hún er eitthvað legend sem ég þekki það ekki nógu vel hvað hann gerir samt.
hún alveg svona, þú veist, að færa sig upp í að svona byrja að hanga með the stars. Já, hún með eitthvað fatamerki eða eitthvað hannig. En það allir bara eitthvað, fólk var ekki að missa sig eins mikið yfir Nina Dobrev eins og þessari. Nei, já. Kylie Tyler. Þú þekkir Nina Dobrev meira? Jú, auðvitað, ég þekki þess ekki neitt, skilur, en jú, auðvitað, ég hef hort á, Hún er eitthvað eðla gorgeous. hún er mjög gorgeous. Já. En hún er kannski bara eitthvað smá eitt núna, við þurfum kannski bara að tjekka hvað hún er að gera. Ég held hún sé búin að vera svona OG it, svona eins og Nina, skilur. Já, ok. Það er svona lengi búin að vera it og Já. þú veist, þetta voru allt svona þannig stelpur sem hún var með. Var með, já. Svona eldri, skilur, bara svona icons. Eldri en hún, þá meina ég. Og fólk voru alveg að kommenta því að sko Chase Crawford og Miles Teller eru bestu vinir. Það er allir bara I see Chase in your near future. Why? Bara sem boyfriend. Já. Sko Chase er. Já, en byrju, varstu ekki að segja við kæristun hans Já, við Nei, við Alex. Já, sorry, ég var bara, hvað Já, er það sorry. að stila kæristun? Nei, það var Já. að segja við Alex að því að hún er að hanga með henni Það geti alveg verið. og besti vinur mannsins hennar er Chase Crawford Ég sem skil er þig. Nate úr Gossip Girl. Já. Það væri eitthvað. Það væri, en hún er alveg sagt bara, ég man hún sagði í hérna, í þætti hjá Call of Duty með Alice Cooper eitthvað svona, hún bara, þú veist, hennar típa er litur í NFL-menn, sko. En þú auðvitað getur típaðin breyst. Chase er samt eiginlega bara alveg eins og Braxton, sko. Já, ég held að sé eitthvað sporti að, þú veist, Já. sportinu. Hún vil bara sporta í menn sem fara svona leiki og Já, eitthvað svona, Já, I love it. hvað svona að vera footballer's wife, Já. literally. Já. Sumir eiga þann draum. Hei, allir með svona drauma. 100%. Þú veist, við dreymir mjög mikið, sko. Mér langar bara svo að vita meira þessi break-up. Ég veit Einmitt að break það. up. Sko, þess að við ætlum að klára með, hún er þetta með Tom Brady, næst fullt af myndböndum aðeim saman og eitthvað, og það lúkka bara eins og þau, þú veist, sé bara super close, og Tom Brady gerði bara ekkert annað næsta daginn en að reyna að klera það, sko. Bara, þú veist, ég veit ekki alveg okkur að hann var svona ógeðslega aktiv allt í hennu. Út af því til að segja að hann væri bara í Florida eða hvað sem hann Já, var. why? Þú mátt alveg að tala við hana. Hann er samt 46 ára. Og hvað? Hún er samt alveg 25. Hann er nýlega skilinu, eða þú veist. Nei, þú veist, Giselle held fram í honum með jógakennar sem búin að eiga spatt með honum, sko. Ó, Já, það var ekki að vera að tala um að vera ný skilin. það er mjög langt sem hann og Giselle, Á það hann gerði kærustu eða eitthvað. hann og Giselle voru gift í mörg ár, sko. Já, Og hvernig eitt heitir það saman? Það er svona 3, 4 Þá áttu kannski kærustu eða eitthvað nýla. Já, það En getur kannski er verið. líka bara vandræðalegt fyrir hann, skilur, hann er bara fullur maður. Hún er fullan kona. Já, ég veit Ég veit það. alveg 20 ára aldarsmunur, Já, ég veit það það. er alveg mikið, kannski langar honum ekki að vera sá gæi, skilur, en var bara temptið þarna á gamlós. Ég veit það, en ég Hann á var bara svona, börn og eitthvað, ekki? þetta er bara svona, þú ert að láta þig lúkka ennþá segari með því Já. að vera svona aktiv, Já. skilur. Veistu, bara fucking embrace it, bara shut the fuck up, skilur. Svo líka bara innan NFLs heimsins, skilur, Alex er örugglega mjög tölu. Kannski. Það var hann bara ekki fuck, skilur. Já, hann alltaf hættur. Já, en hann samt the goat, hann er örugglega inn í einhverju Já, community eða eitthvað, skilur. hann á potið í einhverjum liðum og eitthvað Já. svona öruglega, sko. En já, þetta var mjög svona, þú veist, núna er alltaf að gera thirst trap af Tom Brady, bara Alex, I get it, bara zoomina. Æ, En þetta er gott. Sko, ég gæti ekki teikna Tom Brady, þú veist, andlitið á honum. Ekki? Nei, Ok. að maður veit hvernig hann lítur út, leið myndi sjá myndanum, bara já, þetta er hann. En þú veist, ég gleym alltaf að hann er með svona, já, Hann er sterk kjálka. hann er bara svona eins og mest basic American man ever. Já, Veistu hvað ég meina? einmitt, já. Hann er Þetta var alveg 48 svona ára með samt. lélust myndum sem ég sé á hann. En Þetta já, er bara fyrsta myndið þú kemur á honum. ég veit. Það er samt bara hann, skilur. Já. Hann er svona þykkari einhvern veginn. Það. Já, ég veit ekki, kannski var hann bara alltaf þröngur skýrt eitthvað þar sem svo hann. En hérna, en já, það er nefnilega verið núna að koma upp eitthvað svona claims að Braxton og að hann hafi ekkert bara verið, Hann sé ekki mannskinn sem hann lítur út fyrir að vera. nei, líka því þú veist, ég veit ekki, eru búin að ræða þetta break-up-vídeó? Veit það ekki. Nei. Þetta var allavega satt í mér Já, þegar hann postaði þessu, ég horfði á þetta sem 10 sinnum og því að bara, Já. ha? It's confirmed. Og svo hann alltaf postaði eitthvað TikTok heima hjá honum ennþá. Þetta satt í mér, sko. var það ekki bara clearing out her drafts? Ég held það, ég spá, Já. en samt var ekki viss, sko, en hún var vist að flytja úr hans íbúð. Já, Hann var greinlega ekki að staðnum, skilur. já. Og hann þurfti kannski bara að place to stay og meðan hann var hann í Miami.
þannig að hann var ekki, Einmitt. I don't know. Andla hann spilar fyrir Houston, þannig að hann lítur að velta þar. Houston? Já. Já, í Texas þá, Já. já. Þetta var bara íbúðin hans í Miami. Já, þannig að þú veist, alveg eðlilegt hún sé þar, hann er ekki. Já. En hérna... En já, þú veist, núna, fyrst var ég bara heartbroken yfir þessu, núna eftir ég bara að heyra að hann var ekki sem hann tekist fyrir, þá er það svo mikið til í single Alex, bara go off queen, skilur. Já, sko break-up myndbandi, fyrir ykkur sem sáu það ekki, að hafi ekki séð það, þá er það bara sjúklað þroskað. Já. Hún er líka bara grátandi, þetta er mjög emotional vídeo. Já, veist, og hún er bara litur bara að segja, þú veist, hún er ekki grátandi eitthvað svona hann gerðin eitthvað, hún er bara, þú veist, þetta er bara ekki bara tími og staður og við erum bara á sitt hvað staðnum og við þurfum bara að taka og þetta er svona... Já, henni langaði líka að fara til LA, búa já, þar. Já, og þetta var svo mikið bara svona, við erum ekki on the right path, núna, þú veist, en maður lesa maður í rangur tími. Þú veist, að því hún var að tala ekki mikið að hún var að íhuga að flytja til LA, hún býr í Miami að þau. Þá er kannski, þú veist, hann bara þú ert ekki frá fucking flytja á hann, skilur. Já, og maður getur lesað þannig. Já, eftir að þessi claims eru búin að koma. Fyrst var það bara svona, Já, eða maður, þú veist, eins og fjarsambandi. fyrst þegar maður hugsaði það, þá sá ég þetta bara fyrir mig bara svona, þú veist, hann bara, nei, þú veist, ég er frá að vera í Houston, þú veist, Texas, þú í LA, bara, getur látið þetta virka, við munum hitta svo lítið og þá bara svona átt að sábróka, við erum greinlega ekki, þú veist, svona fyrst ég horfði á þetta, skilur, þá var maður svona, oh my god, já, bara heartbroken. Þess að segja þroskað, bara ekki að þrosku ákvörðun að taka, í þess að verða, gera sambandi eitthvað toxic með því að reyna að láta eitthvað virka sem mun ekki virka, skilur, þau kannski bara þekkja það vel inn á sig og eru bara þetta mun ekki virka. En þau eru alltaf búin að vera í fjárasambandi nú þegar, skilur, kannski var það bara ekki að virka. Já, og þau hafa lært af því. Já, og svo bara núna að taka aðra ákvörðun og flytja lengra. Og sem betur fyrir er hún að fylgja sínu hjarta í staðis að því að ég held alveg Alex fyrir nokkrum árum hefði bara fylgt honum. Þú veist, núna veit hún alveg bara, hún er bara með sitt eigið, þú veist, bara sitt, þú veist, já, skilur, og hún máli bara taka sinn tímur og alltaf sína drauma, sko. Henni kannski langaði að vera á The Footballer's Wife en hún er með miklu stærri career bara heldur en að vera bara það, skilur. Já, nákvæmlega. Þannig að kannski típan bara búin að breytast eftir allt saman. En já, Dancing with the Stars var komin alveg ennþá meira á kortið. Já, það komin svona inn á, þú veist, heimilu fólks í Bandaríkjunum, sko, þú veist, á fleiri aldri heldur bara þeirra sem eru inn á TikTok, sko. En hvað er verið að segja Braxton? Bara hans er toxic, basically, sko. Það er einu sem ég er búin að sjá. Ég sá eitthvað að þú veist, það var ykkur dansarar. Að það er ykkur vinkona sem á ykkur dansara vinkonu. Það er ykkur stelpa sem á ykkur dansara vinkonur. Og hún sagði ekki neitt, en hún sagði bara, þú veist, hún var svona hinta eins og það hefði gerst eitthvað. Ok, ég var ekki með að sjá það. Nei. Ég var bara búin að heyra að var ykkur vinkona sem vildi ekki segja neitt heldur. En hún var bara að segja að hann væri ekki maðurinn sem var lítur út fyrir að vera. Já, eitthvað vinkona hennar. Veit ekki. Já, ég skil, ok. Veit ekki hvað kona þetta er. Já. Bara þekkið þau greinilega persónulega, segir hún. Ok, já, einmitt. Þú veist, það kemur þá hljómar að segja eins og hann sé ekki þessi jolly típa sem hann lítur út fyrir að vera og hann sé kannski controlling eða eitthvað. Einmitt. Þetta er allt bara assumptions hérna, sko. Já, allegedly. Allegedly. Þetta er allt allegedly. En veist hvað er ekki allegedly? Hvað er vara mánaðarins hjá Blur? Einmitt. Það er mjög gott fyrir bóndadagir sem er framöndan. Já, það er alltaf bóndadagir núna í janúar. Þannig að auðvitað Blöss búin að hugsa fyrir því og passa að varamánaðis væri svona fyrir bónda en það eru tipparhingjarnir á 30% afslætti. Geðveikt, sko. Já. Þetta er náttúrulega geggjuvara frá Reset. Já. Íslensk hönnun. Já, alvöru hönnun, sko. Alvöru, sko. Þannig að þetta á bara, þú veist, þetta er fullkomin gjöf bara í bóndabakkan, sko. En þetta er svona mjúkir og sveiginlega tipparingir. Koma 3 saman. Já. Það er allt gott í þrennu, sko. Já, allt er það þrendir. Já. Er það ekki? Þetta hjálpa til í stinningu og dýpri og kröfturi fullnæðingur. Það er ekkert eðlilega stór orð, sko. Já. Svo var ég, náttúrulega Nicki Minaj ennþá bara canceluð. Einmitt, já. Og maður sá það, sko. Og þú veist, það var að því hún var þarna á hélt þarna viðburð með, eða kom og tala á viðburð hjá Erika Körk. Ég sá einhverja frétti núna eins og hún sé eitthvað svona íhuga að fara í pólitík. Ok. Guð bless hana. Ég heldur hún ætti bara alveg að forða sig frá því. Já. En það eru einhverju búin að stíga fram og lýsa fyrir stuðningi við hana, eins og Amber Rose fyrir þetta Kanye. Já, ok. Já.
hún er alltaf Trumpari, sko, þannig að þú veist, hún er búin að koma og lýsa við stunningi, en að það verður áhugavert svo hvort að ég held að hún ætti bara alveg að halda sig í burtu frá þessu. Já, bara algjörlega. Ég held það. Þú veist, ég meina að því að... Ef hún vill vera með, þú veist, tónlistaferil. Já, ég segi það. En ef ekki, þá, þú veist, getur maður ekkert stoppað hana, sko. Hún er alltaf að missa svona 90% hlustendunum sínum. Það er það, sko. Og ég held að það sé svona altekjulindin hennar. Já, ég veit. Og svona hugsa það kannski. En þetta Áhugavert. er rosalegt, sko. Já. En já, það lúkar eins og hún sé bara ennþá hérna, off the gram. Bara alveg offline, sko. Já, off the grid. Off the grid, já. Hún vildi ekki missa fleiri followers. Nei, Sniður bara deactivate accountið. það er óngriðs mjög sniður. Já, þú ert að missa. Já, það er alveg rétt, sko. Þannig af hverju ekki bara. Já, en hérna, að þú veist, þetta er svona, árið byrjar alveg vel. Þetta er svona, það er spennandi, það er svo ógeðslega mikið af, þú veist, verðlaunahátíðin framöndan. Hvenær er eftir Óskarinn? Í februar. En hann var náttúrulega bara í massi fyrra, hann var bara ammálstæðin fyrra. Hann var á ammálstæðin. Já. Einmitt. Hann að... Jú, það var Óskarinn frekar en Grammy-verðlaunin. Er ekki Grammy-verðlaunin núna bara í februar? 15. mars Já, einmitt. Óskarinn. Oh my god, við erum busy allan tíma, þetta er sundi. Nei, Jú. hættu. Við erum að fara á laugartónleikana. Já, en við erum búnar. Þetta er alltaf Já, þetta nóttina er bara. klukkan 11 p.m. Þannig að þetta er örugglega um nóttina. Já. Náttúrulega, já. Það er bara Ó, fínt. þetta er seint. Já. Ég veist að þetta er líka seint hjá þeim. 11 p.m. á LA tíma, skilur við. Já. Og hvað Grammys, ég ætla að googla það líka. Það er náttúrulega því að þú ert karpiti fyrir Óskarinn svo ókslega lengi. Þú veist, Já, og allt þetta skilur. Grammys eru 1. februar. Já. Það er næst. Það er næst. Spennt fyrir því. Svo spennt. Og Super Bowl og það er alltaf Já, að gerast, en sko. hver er Super Bowl aftur? Er það í februar? Já, það er fyrir ég var ekki hvernig. Það er Þú þurfum að alltaf marka your calendars, sko. ángríns, þú fyrir að setja það niður. Hver er aftur Super Bowlarinn? Bad Bunny. Bad Bunny, já, alveg rétt. Bad Bunny, baby. Bönnarinn. Báka, er góð lykt hérna. Já, það er ótrúlega góð lykt hérna. Bara, þú veist, vorum að setja upp hérna heima ilminn frá Lauga spa og við vorum ekki búin að acknowledge það bara. Einmitt. Ég var einmitt að spá, ég held þetta var ylfarslykt á þér. Er það? Já. Nei, þetta Hún er ekkert eðla góð. ógeðslega góð. Mm. Ég fæ svona gust af því þegar ég svona Já, færa einmitt. mig, við erum alltaf með hana mjög nálægt okkur og þannig. Nei, sko, ég elska þennan heimailm. Ég elska heimailmi. Já. Bara, þú veist, og ég var með hérna, hann reyndar komin í eitthvað svona nýjan búning. Já, núna. síðan við vorum senast með Lauga spæðina í tippbúðinu. Já, en ég var líka með heima, sko, Ó. Lauga spa. Það var reynda dekkri og Já. þannig næs að þið þarf að kaupa áfyllingu á þetta og Einmitt. svona. En hérna, ógstlega næs að vera með þetta í andirinu, þannig að það fór klappa bara svona inn. Já. Bara, welcome to the good smell. Já. Welcome to the good smell. Þetta er svo first impression dæmi. Þetta er það 100%, En já, sko. þetta er komið nýja umbúðir bara síðan ég sátt senast allavega. Já, þetta er alltaf mjög cute, sko. Þetta er svona ljósir flösku með gullum stöfum. Já. It's gorgeous. Passa vel inn í settið okkar. Gorgeous, mjög fallegt og gefur, þú veist, þetta er ekki bara fallegt, þetta gefur ógeðslega góða lykt. Já, það er svo góð lyktina. Þannig að ef þið viljið að láta heimilið lykta vel, þegar núna erum við, þú veist, alltaf bara eins og tölum það er allir eitthvað að rýbranda sig og bóttið taka heimilið gegn í leiðinni og Gessamlega. Ég Allt stúpaði það. heimilinu mínu, sko. svo vel gert, so jealous, sko. Það er eiginlega bara tómlegt heima að mér, sko. Og það er geðvikt. Mér langar þessu ógeðslega Já, tómlegt. same. Mér langar að bara búa bara í... Mér langar ekki engin eiga húsgögn. neitt. Já, ég veit það. Sammálaður. Ég auðvitað svo fólk sem er svona nýflutt inn og á ekkert. Ég man þegar ég var hann, Já. skilur. Það er svo svona bergmála smá og það er bara svo peaceful. Það er svo peaceful. Það Ekki er ekki skápa, þeir bara... Þú veist ekki að, já, þú bara, það er tómur skápur þarna. Já, ég er bara á geymslupláss. Bara ef ég opna skáp, þá bara, Já, ég bara, Það það er hreinir að allt lappa fram inn í til mig, mín sko. bara með loka augun, sko, ég er alveg þar. þetta er ræðilegt. En hérna, já, veist, ég á eftir að taka mitt heimili gegn, ég er búin að vera bara, oh my god, að horfa á eitthvað leiðilegustu, ef þú veist, nei, þeir eru ekkert leiðilegir, þeir eru skemmtilegir. Já, þú ert að horfa á eitthvað. Nei, ég er búin með það, Já. núna. Þannig að, þú veist, ég er alltaf í einu ég tók fyrsta TikTok skrollið mitt á svo ári í gær. Þú veist, ég er búin að opna að kíkja Ég að fara... er búin að hitta þið mjög ofta þessu ára, aldrei búin að tala um einhverja þætti sem þú Nei, ert að ég horfa á. veit það, ég er bara búin að skammast mín. Hvað er það að horfa á? Sko, það heita Younger Ok. og er á Netflix og hérna, sem sagt fjall, og þetta er eitthvað, mamma sagði mér eitthvað, tjekka þess að þáttum eitthvað, ég ok, og ég kvikti bara eitthvað sem á þeim bara þegar ég var, þú veist, þegar Elisabeth var í lúru, ég bara svona var að fá mér eitthvað að borða og ég var svona, ok, þú veist, ég er ekki í spólinu,
sögulínan bara, þú veist, þetta kona sem 46 ára eða eitthvað, hún 40 ára eða eitthvað, nei, hún 40 ára og hún fær ekki vinnu, hún var að skilja, hún fær ekki vinnu því hún er svo gömul og þannig að hún þykist vera 26 ára. Þannig að hún þykist vera 26 ára í gegnum þess að þætti. Og nær hún því? Já, svo kemur alls konar upp og svona deyta og alls konar og þú veist, það svona ástaþrýðningur og eitthvað. Hilary Duff í þessu. Hæ? Já. Það eitthvað svaka drama með Hilary Duff. Og Ashley Tisdale. Má sjá það? Nei, bara, ég var ekki að sjá það. Herði, já, ok. Þetta Gellan úr Gilmore Girls eða? Nei. Ég hef aldrei séð þessa leikonu. Hvað ertu búin að horfa á? En hún giftgeð frægum leikara. Það Sutton Foster. Ég alveg, þú veist, Og hún að vera, þú veist, ekki líka Hilary Duff 40 ára? Ég held að, ég veit ekki, allavega, skiptir ekki máli. Ég veit ekki svo mikið þetta. Nema það, ég er búin að horfa 7 seríur. 7 seríur? 7 seríur á svona 2 vikum. Það crazy, byrta. Ég veit. Ég er búin að horfa Dexter í heilt ár og ég er ennþá á seríu 6. Nei, ég er ekki búin að gera annan að horfa á þess að þætti sem ég er ekki búin að taka heimilveit í gegn. What the hell? Ég hef ekki búin að fara Hefur einhver heyrt þetta hérna? Nei, engin. Og það alveg Og vandamáli. þetta er alveg það gamli þættir að það er til DFD-spóla á þessu, sko. Það? Já, þú getur keypt the complete series hérna á Amazon. Það er þetta rosalegt. Er þetta ekki bara sett svona upp og svo kaupir þetta digitali? Það er ekki, complete series. Fyrst, 2015 til 2021. já, þú veist, þetta hætti í COVID eitthvað. Hvað er að gera? En sko, máli þetta eru ekkert sérstakir þættir. Þú veist, þeir eru ekkert eitthvað svona groundbreaking og þú ert ekkert eitthvað svona, þeir eru bara sjúklega mikið svona feel good, það er ekkert svona ofurstressandi að gerast, það gett næsara með gangi, smá skemmtilegt storyline, stundum bara alltaf langt dreið, stundum bara óksleðilegt, en þetta er búið næs. Já. Þetta er það sem ég er búin að vera að gera. Akkur er ég búin að horfa á Real Housewives eins og ég. Eitthvað sem við getum allavega að tala um. Ég er alltaf að búið með, þú ert ekki að catching up. Jú, en ég er líka á London. Já, ég þarf að gera það. Nei, ég þarf að gera það. En ég var búin að catch up á Nýjasta Beverly Hills. Já, Einmitt. nefnilega sko. En ég er bara búin að vera við, sérstaklega á kvöldin, þá bara fá mér eina Coca-Cola. Eina ískalda Zero. Zero. Já. Horfa á þáttu minn í símanum mínum líka. Ok. Já, ég er búin að vera hella weird Gæti sko. það ekki, sko. Þú ert skrítin skrúa. Ég er skrítið sko. Eina sem að ég tengi við þarna er að fá sér ískalt Zero. Zero, með, já, og njóta. Bara ég er búin að vera með þetta í símanum minn. Já, ég er samt reyndar bara mjög skrítin líka. Ég er bara búin að fara að sofa, bara cold turkey kl. 10 eða eitthvað. Vel gert, Já, það er bara- svo vel gert. Bensi er ennþá bara í tölvuspili frammi og Já. ég bara loka inn til mín, set sleep music og svefngrímuna, bara fyrir að sofa. Bara A+ manneskja. Já, ég elska það. Vakna 6. Elska það. Já, dásanlegt. Ég elska. Veistu hvað A+ mannskja gerir líka? Það er spara. Það spara nefnilega. Það geta notað Indó og sparað. Það sem er náttúrulega bara algjörð fucking hack, sko. Ef þið ætla að setja upp svona, það er að setja upp bara, þetta heitir ekki sparareikningur í Indó, þetta heitir sparibaukur og þú getur bara sett inn og eitthvað svona þannig. En svo er líka til svona sparitricks hjá Indó sem þú getur kveikt á. Guð, kunni bara alveg að ringja þarna 5 sinnum, sko. Þú getur sett upp reglulegan sparnað sem er bara svona, þú veist, þá bara tekið reglulega, bara basic. Svo getur við með peningaskrimsli og þá bara kveikjur á því og þá er þetta bara, það er tekið handóðskent bara eitthvað smá hér, 1000 skall hér, 2000 skall hér. Það er skemmtilegt. Já, það er ótrúlega gaman. Bara svona hverfur allt í hennu. Þetta er svona fyrir svona... Og sér með sko skrýmsliði með mikið Já, það kemur inn í sparibökin, þannig að þú bara, vá, hvað skrýmsliði búin að taka mikið. Það er skemmtilegt. Þannig að þú Það er líka Frankenstein emoji. Já, og svo er það eigðu afganginn, þú veist, þannig að þú getur námunda, þú veist, ef ég kaupi mér eitthvað á, þú veist, 1850, þá fer það kannski bara upp í 2000, þannig að svona námunda upp í afganginn. Það er svo sniðugt. Það er svo sniðugt, að þú hugsar alltaf. Já. Ef eitthvað kostar 850, er það Það bara er basically 2000. Já. Líka bara þegar maður var með peningaseðla í gamla daga, þá var bara þessi 250 kall týndur. Já. Það var bara Nákvæmlega. ónóthæfur. Bara, maður safnaði klingi, bara krús eða bara týndist. Einmitt. Það Og svo er er sniðugt. þetta bara, þú veist, að því við erum að tala um að nota Indó, að því að Indó er, þú veist, sleppur öllum þessu bullgjöldum, þá getur líka bara kveikt á því þannig að Indó tekur bara nákvæmlega sömu gjöld og yrðu tekin af þér hjá öllum öðrum bönkum og setur það í sparnað, þú veist, þannig að þá sérðu það líka bara á svört og hvítu, bara, ó, ok, þetta er nákvæmlega það sem ég hefði bara eitt í það sem ég hefði eitt í, þú veist, ég var að tók saman daginn, ég pantaði mér eitthvað á netinu og hefði ég notað Indó, hefði ég sparað mér pening. Einmitt.
damn, fuck, ég þetta nota það maður. Þannig að Já, þetta er ekkert eðla sniðut. þetta er Mér bara langar bara að mjög... kveikja á þessu öllu. Já, mér líka sko, bara spara, takk. Bara spara helling. Já. Það var þetta basically free money þegar við erum að fara að plana einhverja ferð, Ég skilur. veit það, talaðu ferðir. Harry Styles, he's coming back, guys. He's coming back. He's coming back. Þetta 2026 er Harry's year, Já, ég sko. finn það. Þetta var Harry's Oh my god, ég get ekki fucking beðið. En hann var að tísa með Wembley daginn. Að Wembley tísaði að það væri að koma. Fyndið að komið Dagsningar. þaðan. En hann er bara svo mikið Wembley. Já. Þetta var, fólk er svona spekulate a world tour. Einmitt, já. Það er verið Að að tala um. Wembley fái að, Já, skilur. einmitt. En það var sko líka þegar bara í sumar þá stóð alltaf það var svona lítil auðlýsing inn á Wembley. Það var Harry Styles auðlýsing, skilur við. Já. Man hugsaði bara að það var gömul, er þið búin að tísa svona lengi? Já, ég sá eitthvað komment eitthvað svona, sagði bara, ég er starfsmaður hjá Wembley, þetta er búið að vera í kalendurinn okkar í 2 ár. Já, kannski er hann byrjað þar, skilur við. Kannski á Wembley bara svona partin af að það annánsa þetta, skilur við. Já, það hlýtur að vera eitthvað Þegar þeir eru bara í helluðu samstarfi, Harry og Wembley. Já. Þú veist, einn af fáum sem getur kannski fyllt Wembley bara alltaf bara 100.000 sinnum. Já, einmitt. Það eru nokkrir. Já, þú veist, sem að fer að túra, skilur í Bretlandi. Einmitt. Þetta er styrlan, já, það er svo spekuleitur að Harry sé að koma aftur World Tour, þannig að þið viti hvar við verðum. Nei, ef sko, það gerist. Byrtalíf, ef ég fæ ekki miða á þetta, Þú fær með þetta, ég hef engar áhyggjur af því, sko. nei, í alvörinni, ára mitt var ónýtt. Þú fær fer ekki. með þetta, við erum alltaf að Ég fara á þetta. reyndi, sko, þegar fyrsti túrunars byrjaði, ég þurfti að fara ári seinna. Já. Ári og seint. En reyndur. Smá. Já, Ég kann það bara ekki. Þú ert svona mikið svona manneska sem þú bara, ég reyndi, svo reyndur ekki. Þú varst ekki bara með tölvunar opnar. Ég bara og kann klukkan það þetta. ekki. Nei, við gerum það bara. Já, ég kann það ekki, en ég, þú veist, ég náði alveg miða þess að brýna, skilur, en Íristelsan, það ekki? jú, ég hef aldrei náð hins einn. Já. Never. Nú alltaf að náði þannig. Já, þú ert nefnilega mannskjan, þú bara komst svo seint á vagnin, sko, en leið og þú komst, þá fórum við. Já, og við erum að fara aftur. Við erum ég veit fara fyrsta sjói, sko, og senasta. Það? Þetta var að fyrsta. Já, bara eitthvað að geða þetta, engin veit. Hvað er að gerast, Já. já, meinar? En þú veist, hvenær gefur nú tónlist Það lítur að koma bara núna. Nei, hann sko gaf út, þú veist, plötu bara rétt fyrir túrin sem fyrst, sko. Ég man eftir að kom aðalplatan í júní og túrin hans byrjaði í lok júní eða eitthvað. Já, einmitt. Þannig að kannski erum við ekki eins og búast til tónlist strax. Það kemur í tónlist með Já, þessum túr, 100%, sko. en bara, mér langar að fá hana strax. Sammála. En viljum við fara á fyrsta, þú veitum við þá væpið? Það er alltaf að fara að vera, Sem. já, eitthvað svipað, er það ekki? Jú. En þú veist, við erum alltaf verið búin að heyra tónlistina og þá kemur eitthvað væp og við búum til væpi, við erum partur af hreyfingunni. We're part of the movement. Hóngríns. Nei, 100%. Nei, ég er að deyja. Þetta verður okkar bara ár Þetta verður okkar ár, sko. með Harry, besta okkar. 100%. Við þurfum bara, þann dag sem það kemur, fara í hagkaup, bara ná okkur í hátægismat, við erum að borða holt og Við erum að sjetta. við erum að setja að vera sniðuðar, sko, þannig að það er ógeðslega sniðut að nýta sér salatbarinn, skálina, sem Já, sagt, einmitt. í Skeifinu og í Garðabæ. Ég elska nefnilega að fara og fá mér salatbarinn. Það er svo einfalt og líka bara ef þið, þú veist, ef þið eru bara eitthvað, stundum áma bara svona dag, maður næri ekki að preppa og maður er bara geðið mikið á hlaupum og eitthvað, geta farið eitthvað sem þú kaupið bara tilbúin svoðan egg og þú veist, einmitt. þú átt bara snacks yfir daginn, Já. sko. Og bara fá sér smá salat, trefjar. Já. Við erum alltaf með markmiði báðar að meiri trefjar, meira Meiri grænmeti trefjar, já. 2006. Já. Og það er bara svo næs, ég geta bara, þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fá, skilur við. Nákvæmlega. It's healthy and it's good. Þannig að við Ég mælum elskar núðulurnar líka. alltaf góðar, alltaf góðar, sko. Svo góðar. Þannig að við mælum með að þið kíkja á skálina í hagkaup. Þannig að já, þetta eru spennandi svona viku framundan. Mér finnst líka bara svona, þú veist, ég held að stóri hlutir eftir að gerast í ár með, þú veist, stjörnunar. Ég hef svona að finna á mér að það verður stórt stjörnár, sko ég meina. Að það er svo stóri hlutir að gerast. Ef Harry er að koma aftur, þá verður þetta rosalegt. Já. Það verður rosalegt ár. Þetta er ár hestsins. Þetta er hálsins, ég veit að, þú veist, það er allir að fara að vera vinnuhestar eins og maður tala um. Þannig ég held að verður svolítið mikið að gerast. Þú veist, maður sér það bara svona hvernig árið lænast upp. Maður finnur það bara. Já, er ekki líka Sabrina og Justin Bieber á Coachella og eitthvað? Jú. Það er alveg stórt. Það er risa og svo er, þú veist, það datt úr mig hvað var annað svona gett risastórt gerast.
þau eru sem að Coachella, oh my god, hvert fóru það? Það er bara, ok, it's gone. En er núna Beyoncé og Taylor Swift og þeir eru hættar að túra. Við erum alltaf að fá Ariana Grande túr líka. Ariana Grande er að túra. Og Weekend, heitir hann ekki Weekend? Weekend. Já. Ég var náttúrulega að segja Er hann Weekday. að túra? Ég veit ekki. Já, ég man bara því Jóa er alltaf superfan. Eða hún að fara hann? Nei, hún sendi bara því að Ariana og Weekend. Shit, ok, Weekend. Akkur er rugglast um Weekday? Ok, Weekend og Ariana eru sama tíma í London. Ok. Og hún var ekki, ég var að fara bæði. Hvenær eru þau? Ágúst. Ágúst, já. Bara ammælið mínu, sko. Já. Ég skilði Og þig. ég bara kann ekki fá mig það. Er búið bara, Það var bara kvartað. já. Það var bara eins og allir Taylor með þér, brjálaðir, sko. Þú veist, það var ekki, fyrir mannski sem ég sem kann þetta ekki, það er ekki séns fyrir mig að reyna á þessu, sko. Nei, ég er mjög stressuð með Harry, sko. Já. Það þarf alveg, Við þurfum hjálp, ef þú ert legend í leiknum að ná við miðum. veitum alveg hvernig hún er frá að tala við, sko. Já, ég veit að ég bara er hún að hlusta. Já, ef þú ert að hlusta, veistu hún er frá að tala við. Það er að hjálpa okkur. Já, við verðum. Og við hjálpum þér ef við náum þessu. Já, en já, þú veist, þannig ég er mjög spennt. Það var, þetta er allt að gerast. Já. Þetta er svolítið svoleiðis. Og það er í dag miðvikudagur. Það er miðvikudagur, Þannig að þið besti verða- dagurinn. Já, þið verða að muna. Hvað verða að muna, krakkar? Að panta ykkur eldum rétt. Það má ekki glemast. Það má aldrei gleymast. Það er til miðnættis, Það er til böndunarfresturinn. miðnættis. Já, ertu búin að panta? Ég er ekki búin að panta. Nei, ekki hlur. Ég er að pæla í að taka eitthvað svona tilbúið til eldur núna. Það er svo ógeðslega þægilegt. Það er svo snið. Þegar maður hefur lítinn tíma Já. og bara, þetta er allt svona 20 mínútur max þessi réttir, þannig að mæli með. Þú þarfst alveg enda að elda á. Það er ekki svona eitthvað svona sem þú þarfst að hita upp, skilur. En þetta er mjög fljótlegt þægilegt. Já, sko matseðli núna, þú sem þið geti núna drifið ykkur inn á og fara að versla fyrir næstu viku og ég lofa ykkur þetta mun einfalda ykkur vikuna svo ógeðslega mikið. Það er, þú veist, ég er strax með auga á crispy kjúklinga taco, Vá, hvað er mikið girnilegt. Það er alltaf svona. Þetta er alltaf, mér langar alltaf bara að panta fyrir svona 10 daga, það er same. bara 7 dagar í viku. Nei, bara tilbúið til eldunar, seiðandi rjómalögu kjúklingasúpa með tortellíni, Já. parmesan og hvítusbreið. Hversu girnilegt? 20 mínar réttur, let's go. Let's go, og svo bara svona, þú veist, þoskur, rjóma ostbakar, Mexiko þoskur, Oh my God, ég veit ekki hvað sælkera velja. pinsa romana. En sem er líka svona- þetta bolognese í svona pasta skelljum. Veitu? Help, það er hann efsteila. Oh my god, hvað það er Pasta girnilegt. skeljum, Ég elska nefnilega bolognese. Ég ger alltaf bolognese svona skelljum. Það er það? miklu betra, já. Ég er náttúrulega bara alltaf, já. Bara basic spaghetti. Já, já, leikskóla. Sæt kartöflu quesadilla fyrir vegana. Nei, oh my god, hvernig á ég að velja? Hvernig á ég að velja? Nei, ég veit það ekki. Oh my Vá, god. ég held ég þurfa að taka aðeins fleiri en 3 í þessari viku, sko. Já, Eða bara öllu vikum. Mér langar alltaf bara í þetta allt, sko. já, same. Vá, hvað ég spennt. Þannig að leggja inn pöntun, svo að þið missi ekki af þessu. Ekki missa þessu. Og þau eru aldrei að spyrja áttur hvað er í matinn, sko. Einfaldast í heimi. Búin að einfalda mér lífið. Já, Svo mikið. einmitt. Svo Þetta það er- er, sko. já. Þetta er best. Þetta er það. Hvað er meira búið að gerast? Það er, veistu, Það er mikið bara annað, framöndan. já, það er svo mikið framöndan. Annað er búið að vera svona smá rólegt, nema náttúrulega þegar við tökum þetta upp, skilur þá er búið rólegt. Það er kannski búið að gerast eitthvað. Já. Þá bara köllum við í neðafund Já. þátt. Móli meira frá landsökur svaka samstarfi. Það verður komið í ljós þegar þessi þáttu kemur út. Já, við Það allan kemur út á sundaginn. já, við vitum það ekki, eins Nei. og það núna við erum að gíska á eitthvað sólgleru. Já, og með við hvað hann er búin að vera að tísa, Já. þá heldum við sólgleru, hugsaum líka Dyson. Mhm. Því hún er líka Dyson hirtnatólana. Já, hver veist að þau eru með hirtnandól? Ég vissi það ekki. Er það bara on the market eða? Ég held það. Og ég var til að prófa, er það blás í eyrun á mér eða? Já, Bara veist, hvernig er sendi- Dyson með hirtnatól? Ég held að Dyson var alltaf eitthvað blástus. Mitt. Það Riksva, Já, blástur, og svo er þetta alltaf bara svona handþurrkur og eitthvað svona. headphones, lighting. Headphones. Já. Mér langar að prófa. Já. Þau eru Fyndi mjög mér líka fín, bara sko. með riksu á hausnum. Þau Skilur. eru líka með ljós. Já. Ok, Dyson er stærri á höldum. En já, Já. þá er það ekki það ef þessi heyrnatól eru á markaði. Já, þeir eru margir. Ég held að þetta sé bara meira eitthvað svona þetta er samstarfið sönglas og höttu eða eitthvað. Já, geta alveg verið. Bara Já. svona campaign. Já, ég held það sko.
En ég veit ekki, ég er spennt að sjá. Ég er mjög spennt, við fylgjumst með. Postum í story þegar hún er búin að tilkynna. Já, gera það. Allavega, þið vitið það núna. Já, Þannig að þið sáu okkur spekuleita. Annars bara, we love you guys. I love you bestie. Við hlökkum til að sjá þér í næstu viku. I'm gonna nice. Bye. Bye.